Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir starfsmenn sem eru hér saman komnir hér á Zoom-fundi bæjarstjórnar Fjarðabyggðar. Fundur númer 389, ég segi hann settan, vona allt sé komið í toppstand, það var smá tæknilegir örðugleikar í byrjun. En hér á dagskrá fundar í dag, en svo bæjarstjórn tók ákvörðun að breyta fundatíma bæjarstjórnar vegna hátíðanna, vera á fyrraferð og vera hér á fjarfund í dag. Hér til afgreiðslu og umræðu í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 875, skipulags- og framkvæmdanefndar númer 23, fjölskyldunefndar númer 21 og 22, teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum, hafnarstjórnar númer 320, stjórn menningarstofu númer 12 og öldungaráð númer 12, 13 og 14, teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir því andmælum. Og síðan eru hér 4 almenn mál, það er frá skipulags- og framkvæmdanefnd, aðalskipulag óveruleg breyting tjaldsvæði Eskifirði, óveruleg breyting á deiliskipulagi Bakka 2 á Norðfirði og svo afgreiðsla grenndarkynninga vegna umsóknar byggingu bílskúrs og lóðir Hlíðargötu 2 á Norðfirði. Og svo er hér að lokum fundaáætlun bæjarstjórnar fyrir hluta næsta árs. En við göngum þá til dagskrár og fyrst á dagskrá eins og áður segir fundargerð bæjarráðs númer 875 og Ragnar Sigurðsson beðið orðið. Gerðu svo, Ragnar. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, ég ætla að fara hérna aðeins yfir fundargerð bæjarráðs númer 875. Stuttu fundargerð frá því sem verið hefur undanförnu frá því að vera í fjárhagsáætlunarvinnunni. Það kom sér vel, já. Getum við kallað inn kýrstiða nýju og svona farið að hafa þessa fundi svona í styttra laginu frá því sem verið hefur. En það er þá fyrsti liður sem ég ætla að fara yfir er þá 1-2 sem snýra sterkum Stöðvarfirði. Við fengum verkefnastjóra sterk Stöðvarfjarðar í heimsókn til okkar sem var að fara svona yfir verkefnið og svona framvinduna á því. Þetta hefur gengið bara ljómandi vel, verð ég að segja. Þetta verkefni hefur verið gaman að sjá hvað það er svona víðtæk þátttaka bæjarbúa í verkefninu og það hefur verið svona mikill kraftur í þessu og svona gaman að sjá hvernig þessu vindur fram og við fórum aðeins yfir það að framhald verkefnisins, hvernig við ætlum að haga því, en því lýkur formlega árslok 2025 og það er heimildir fyrir því að sækja framlengingu og við höfum tekið stuttlega umræðu það og gerum ráð fyrir að við förum betur yfir það á nýju ári, en það er auðvitað þannig með þetta verkefni Byggðastofnunar að fyrst sinn er auðvitað þessi svona mestu leyti hugmyndavinna og núna eru svona verkefni að líta dagsins ljós. Það eru verkefni sem við erum einmitt að vinna á móti sem að sterkur Stöðvarfjörður hefur skilað svona þrýstingi á okkur að klára og það er eins og skipulagsvinnan við Balan og Fjarðabyggð ljóstengt. Og það væri þá gaman að sjá hvernig næsta ár mun líta út varðandi verkefni ef okkur tekst að stíga skref svona inn í framtíðina með þau verkefni og þá hvernig samspili verður þá við þetta verkefni og hvort það sé þá ekki mitt ástæða til þess að líta til þess að framlengja þessu samstarfi. En svo fórum við þarna yfir í liði 1-4 sóknaráætlun Austurland sem er verkefni sem hefur verið í gangi á vettvangi SSA og þetta sem við fengum til okkar drög að sóknaráætlun er afrakstur vinnu undanfarinna ára og eins þeirri vinnu sem var átt sér stað á síðasta haustþingi SSA. Við fólum bæjarstjóra aðeins að fara yfir það í umsögn okkar, svona aðeins að skerpa á
áherslu þáttum sem okkur þótti þarna vanta, sem snéru svona einna helst að atvinnulífinu og sóknartækifærunum sem við höfum þar, með tilliti til einna helst orkumála. Ég held að það sé lítið annað í 1.8 samstarfssamningur Fjarðabyggðar og björgunarsveitarinnar. Samningar sveitarfélagsins við björgunarsveitarina var útrunnin, eða rennur út núna, og við erum að framlengja hann þarna til næstu 4 ára, og þarna erum við svona að taka tillit til aukins rekstrarkostnaðar björgunarsveitarinnar og sveitanna, og erum að taka það inn í samninginn, þannig að þeir fá uppreiknun þarna með tilliti til aukins rekstrarkostnaðar og húsnæðiskostnaðar hjá þér. Fleira ekki frá mér. Takk fyrir Ragnar. Vilja fleiri kveðs ljóðs undir fundargerð Bæjarráðs? Stefán Þór Eysteinsson búið, gerðu svo Stefán. Forseti, forstjóri, fulltrúar og starfsmenn. Ég alltaf svo sem ekki að tala neitt mjög lengi. Ragnar er búinn að koma inn á flest mál. Mig langaði bara aðeins að koma inn á mál 1-2. Ég finnst ekki að Bæjarráðs varðandi sterka Stöðvarfjörð. Svo sem bara svo að fara yfir á fundinum, þá er þetta verkefni sem búið að gefa góða raun, og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við leitum allra leiða sem við getum til þess að framlengja þetta og þetta verkefni. Og bara svona til marks um þennan góða árangur sem er að nást í verkefninu, þá má kannski nefna það að það voru 4 verkefni inn í sterku Stöðvarfirði sem fengu styrk úr úthlutunarsjóði Austurlands, uppbyggingarsjóði Austurlands, núna í síðustu viku. En ég held að sé bara gríðarlega góðir hlutir að gerast þarna. Þannig ég held að sé bara mikilvægt að við styðjum áfram við þetta verkefni svo við erum búin að gera, og mér sýnist ekki nein breyting vera á því. Þannig að bara undirstreka það mikilvægt, ekki meira í bili. Takk fyrir það Stefán. Orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs, þá ætla ég að bera upp þessa fundargerð Bæjarráðs þar sem hann staðan gefur skíðamerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér næsta dagskrá fundargerð skipunar- og framkvæmdarnefndar númer 23. Orðið er laust þá fundargerð, vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, ég ætla að bera hann upp til samþykktar þar sem hann er samþykkt með skíðamerki, og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundargerð fjölskyldunefndar númer 21 og 22 teknar saman til atkvæðagreiðslu. Orðið er laust þær, vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, ég ber þar þá báður eftir samþykkt þess samþykkt skíðamerki. Það eru samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð Hafnarstöðvar númer 320. Orðið er laust hana, vill einhver kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, ég ber hann eftir samþykktar þess samþykkt skíðamerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst stjórn menningarstofu númer 12. Leið og ég gef orðið laust hana óskar til að fá að taka stutt til máls undir þessum lið, en við vorum að fara yfir raun og veru svona starfsemi menningarstofunar, verkefni hennar 2024 og jafnframt að það liggur fyrir að menningarstefna Fjarðabyggðar þarf að fara í endurskoðun. Var hafin sú vinna og það verið hafin með menningarmótum á 2 stöðum síðasta ári, og við erum að koma þeirri vinnu áfram núna, og forstöðumaður nýr Þórhildur Tinna ætlar að taka það upp á sína arma og hvernig við náum inn í það. Þetta voru ágætis fundir, ágætis þessi menningarmót vorum ágætum, en við getum vilja fá meiri input í það. Það var mjög gagnlegur og góður fundur, og við svo sem ég bara taka það fram og fá að hrósa starfsmenn menningarstofum. Verkefni hennar voru fjölmörg, og kannski sem við ræddum að fundi sýna það hvað mikil þörf er að við þurfum ennþá meira að segja frá því. Ég held að komi fólki glettilega óvart að sjá allan hennar fjölda verkefna sem við höfum nú unnið að, Stjórnar menningarstofu hefur unnið að, og verið með uppákomur tengslum við skólann í samstarfi. Jafnframt hyggur menningarstofa á þéttar og meira samstarf við bara, ekki segja grassrót í menningarmálum á næsta ári, og það er bara ástæða til að hrósa þeim og svo þessu áframhaldi. Ásamt því að til okkur er að koma til starfa ennum söfnunum, nýra aðili,
Og það er svona ýmislegt sem býður og er í bígerð sem verður gaman að fylgjast með og fylgjum hlaði á næsta ári. Það var svona ekki fleira sem ég vildi koma inn á hér, vilja fleiri kveðsljós. Svo virðist Elís Pétur, erst þú að biðja orðið? Já, það passar. Gerðu svo vel, Elís Pétur. Forseti bæjarstjóri og fulltrúar. Já, það er margt gott sem að hefur komið frá Menningarstofu Fjarðabyggðar en það sem nú verið að móta nýja stefnu og fara yfir það mál þá svona vil ég bara undirstrika það að mikilvægt þess að við séum með góða dreifingu á menningartengdum viðburðum alla Fjarðabyggð og reynum að stuðla að því og styrkja við það grasrótarstarf sem er í gangi nú þegar alla Fjarðabyggð. Ekki fleira. Takk fyrir Elís. Orðið laust. Fleiri kveðsljós, ég ætla að bera upp fundargerð stjórnar Menningarstofu, þess að samgjöfinnskemerki. Hún er saðin með 9 atkvæðum. Þá er hér næst fundargerð öldungaráðs númer 12, 13 og 14. Hafði orðið dráttur á að það kæmi inn með reglubundum hætti, þannig að fórgengum fjölskyldunefnd til umsagnar koma hér inn. Orðið laust þar, þessi ljós. Svo virðist ekki verið í ber þar til samþykktar, þess að það er samþykkjafinskemerki. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál sem eru nú vel flest komin frá skipunar- og framkvæmdanefnd. Ég er nú að fara hér í gegnum. Þar er fyrst 10. liður, það er óveruleg breyting, aðalskipulag óveruleg breyting, tjaldsvæði Eskifirði. Þessi vísa hér til afgreiðslu bæjarstjórnar, óverulegri breytingu og aðalskipulag fyrir Eskifjörð þéttbýli. Breytingin felur í sér að vera að færa reit fyrir tjaldsvæði neðan Dalbrautar, nú upp fyrir ofan Dalbrautar, utan við bæinn Eskifjörð. Með því stækka fyrirhugaða svæði fyrir nýtt deiliskipulag íbúðasvæðis í dalnum á Eskifirði og þetta var tekið fyrir á fundi nefndarinnar 7. febrúar, þessi breyting, og hefur unnin vegna breyttar staðsetningar og hefur nú farið í gegnum nefndina og fengið þar samþykki og er vísað hér til umræðu atkvæðagreiðslu í bæjarstjórn þessari óverulegu breytingu á aðalskipulagi. Orðið er laust þessa breytingu. Engin kveðsir hljóðs, ég ber nefnt til samþykkt þess sem hana samþykjafinskemerki. Saðan með 9 atkvæðum. Þá er einnig hér næst liður 11 sem er óveruleg breyting á deiliskipulaginu Bakkar 2 á Norðfirði. Hér er komin vísa hér á skipunar- og framkvæmdanefnd óverulegri breyting á áðurnefndu deiliskipulagi sem er að færa til skipulagsmálsvæðisins. Þannig að lóðin Sæbakki 28 er felld undir skipulagið og leið stækkun lítillega til suðurs. Þetta kemur tilvefni í áframhaldi af beiðnum stækkun lóðar. En við þá stækkun, þegar hún var tekin fyrir, var horft til þess að göngustígur sem er áætlaður neðan byggðar á Sæbakka og er komin núna út af móts við kirkjugarðinn sem er þarna á bakkanum á svo að halda áfram út að vita. Hann stendur utan skipulagsins eða utan lóðastækkunarinnar en er áfram innan skipulagsins. Orðið er laust þessa óverulegu breytingu. Engin kveðsir hljóðs, ég ber nefnt til samþykktar þess að hann samþykkjafinskemerki. Túnum sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er hér næstu liður 12 sem er grenndarkynning vegna byggingu bílskúrs á lóðinni Hlíðargötu 2 á Norðfirði. Þetta vísa hér frá skipunar- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar grenndarkynningu en fyrirhugaður bílskúr er innan lóðarinnar Hlíðargötu 2 á Norðfirði. Þar sem hann er inn á milli þá var hann grenndarkynnt framkvæmdin fyrir lóðar hafa þiljöfðu 38 og þar komu engar athugasemdir fram með áformin og því er tekið hér óskað hér eftir að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu grenndarkynningarinnar. Orðið laust. Engin kveðsir hljóðs, ég ber þá þessa grenndarkynninga samþykkt á þessa grenndarkynningu upp. Hún er saðin með 9 atkvæðum. Á gott fólk erum við komið hér í næst lið sem er fundaáætlun bæjarstjórnar og til að forseta bæjarstjórnar að fundum fyrir fyrrihluta ársins 2025. Þetta er síðasti boðaði fundur samkvæmt dagskrá á þessu ári. Fundardagar verða þá eftirfarandi að tilnefna þá eftirfarandi. Það er þá fundur 16. janúar og svona í ljósi þess að eftir áramót þá höfum við reynt að fara til þess að meitfund í janúar og þá boða til aukafundir ef þurfa þykir. Síðan er 7. febrúar, 20. febrúar, 7. mars, 27. mars, 10. apríl og þar er jafnframt horft til fyrri umræðu ársreikning
Fjarðabyggðar og stofnunar fyrir árið 24. 8. maí, þá síðari umræða ársreiknings Fjarðabyggðar. 22. maí, 5. júní og 19. júní sem þá síðasti boðaði fundur fyrir sumarleyfi bæjarstjórnar. Þetta sú tillaga sem hér framlögð og orðið laust hana. Engi þessi ljós, þá byrjum eftir saðenda þess manns staðgengimerki. Hún saðend með 9 atkvæðum og bæjarritari mun gangi að senda út fundarboð, en eins og áður sagði þá ef komið til þá það boðað til aukafundar þurfa þykir að færði til fundir. Þetta þá það sem við leggjum með út í nýtt ár. Þá erum við bæjarfulltrúar góðu komnir hér að lokum dagskrár í dag. Ég vil nota það tækifærið og þakka fundarmönnum fundarsetinu og góða samvinnu á árinu sem styttist í og fyrir hönd bæjarstjórnar senda öllum bæjarbúum, íbúum og starfsmönnum sem og öðrum innilega okkar bestu óskir gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þið njótið og öll njótið hátíðana. Ég segi þá fundi slitið.